Við erum að þróa og markaðssetja jurtalyf fyrir Evrópu sem eru viðurkennd lyf sem fara í gegnum skráningu og þau eru framleidd samkvæmt sömu gæðastöðlum og hefðbundin lyf. Hugmyndin hún kviknaði hjá okkur þegar það voru breyttar reglugerðir í Evrópu og það skapaðist þá tækifæri til þess að skrá jurtalyf á sama hátt og þessi hefðbundin lyf. Við erum í raun og veru að brúa bilið á milli þessara tveggja hópa, setja á markað skráð jurtalyf sem eru unnin úr virkum plöntuefnum. Þau eru framleidd samkvæmt sömu gæðastöðlum og þessi hefðbundnu lyf og þau fara í gegnum skráningaferilinn og fá viðurkenningu sem lyf og verða selt við vægum algengum sjúkdómum í apótekum án lyfseðils. Það það sem kveikti áhuga okkar að fólk sem vill nota náttúruvörur og náttúruafurðir að það hafi val ábyrga og faglegar vörur sem eru viðurkenndar við þeim sjúkdómum sem þær eiga að lækna. Skráðu jurtalyfin bara nýr markaður sem í mótun. Náttúruvörumarkaðurinn hann mjög stór í Evrópu sem og annars staðar. Til dæmis í Asíu þetta virkilega stór markaður og það 80% fólks í heiminum byggir á náttúruvörum til lækninga, ekki þessum hefðbundnu lyfjum fyrst og fremst. Ég held að Ísland að mörgu leyti sé draumastaður til þess að stofna fyrirtæki og það eitt af lykilþáttunum að við byggjum svo mikið á öðrum, að aðrir séu tilbúnir að aðstoða mann og leiða mann á rétta brautir og fólk mjög bæði gjöfult á tíma sinn og athygli. Eins og stjórnin okkar, það fólk sem reynslu mikið og hefur stutt mikið við bakið okkar. Eitt af vendipunktunum í stofnun þessa fyrirtækis að fá þau með okkur í þetta og ég ekkert alveg viss að sprotafyrirtæki annars staðar í heiminum búi við þetta umhverfi. Það sem mikill velvilji, það mikil vakning fyrir því hvað mikilvægt að hafa þessi sprotafyrirtæki, ekki síður heldur en þessi stóru. Þetta umhverfi, sprotaumhverfið, það bæði takmarkanir hvað varðar fjármagn og tíma. Þú þarft mikið að byggja á sjálfu þér sem gerir þetta bæði skemmtilegt og þú færð það beint í æð þegar vel gengur og eins þegar hlutinni ganga ekki eins og til var ætlast. Það held ég að allir sem byggja upp sprotafyrirtæki þurfi að huga vel að fjármögnunin stór liður í starfseminni til að byrja með. Við vorum mjög heppin að kynnast okkar fyrstu fjárfestum sem hafa stutt vel við bakið á okkur. Við gáfum út breytilegt skuldabréf fyrir ári síðan og vorum núna í lok seinasta árs að stækka upphæðina þar svo að við höfum ákveðið rými núna að byggja upp vörulínuna. En við erum strax farin að undirbúa næstu umferð fjármögnunar. Ég vona að við komum Florealis á þann stað þar sem við viljum sjá það, sem framsæki alþjóðlegt fyrirtæki. Hvar ég verð eða hvað hlutverki ég gegni óvíst en ég vona að ég sjái það allavega þeim farvegi að ég verði stolt af.